Rómversku hlustendur, þið eru að hlusta á þátt númer LXXVAF11 eða 77 af hlaðvarpinu Mark Rómaða gerið. Tveir á topnum. Þátturinn er hljóðritaður Anno Domini MMXXIVAF eða 2024 í november. Vá, Já. þetta var geggjað. Já, og svona fyrir þá sem eru undir meðalgreindur að hlusta þá eru náttúrulega hitt upp fyrir umræður Gladiator 2. Loksins. Já. Og já, við erum með gest. Já. Vilt þú kannski kynna gestin? Ég gleymi alltaf gestin. Já, þú gleymir alltaf gestin. Tóti fyrir alltaf að tala bara við tökum alltaf kortes umræður áður en við kynum gestin. En gestur okkur að þessu sinni er enginn annar heldur en Vésteinn Örn Pétursson, fréttamaður á Stöð 2. Og Vísi Bylgjunni. Og Bylgjunni, já. Vésteinn, verður þú velkomin? Já, þakka fyrir það, takk hérlega. Já, takk fyrir að koma. Þú ert sáttur með að vera búinn hingað? Ég er mjög sáttur, ég geislaði gleði þegar þú baðst mig að koma. Það er staðfest, ég get staðfest. Fer þetta ekki líka bara að vera svona eineltismál og eitthvað fyrir mannustjóran hérna á Suðurlandsbrautinni, hverjir hafa ekki fengið að koma hérna að stasjónunni? Ég er með post í draftinu upp í vinnu. Ég eyði honum eftir þennan þátt. Ég þykist náttúrulega að vera með alla statistík og alla svona fakt á hreinu en ég hef ekki haldið utan hversu margir af vinnufélögunum hafa... Ég held að sé annað hver maður. Já, en á móti kemur að þetta nú allt ágætis fólk sem hefur nú ekkert verið að draga okkur mikið niður. Er þetta ekki okkar bestu gestur? Klára þennan þátt, svo skulle þið dæmi það held ég. Ég held að þetta sé okkar bestu gestur. Já, ég ætla að fara úr peysni. Já, hvað er heitt? Já, mér er ekkert eðlilega heitt af því að það er svo kalt úti. Ég klæddi mig í svona föðurland. Já. Og það var vond hugmynd, það var góð hugmynd á leiðninga. Já, það er samt svo fáránlega kalt. Það er mínus 20, ekki? Já, svo líka er ekki svona aukin vindkæling þegar þú ert á þessu hoppið þarna. Jú, ég ferðast út alltaf hoppi. Ég kalla þetta einmitt, ég skrifaði, hef ég sagt áður frá því í þessum þáttum frá pislinu sem skrifaði fréttablaðið fyrir 15, 16, 17, 18 árum sem var með fyrirsögnuna tími síðu nærbuxnanna. Nei. Ekki fengur bjöllum? Nei, fengir engu bjöllum. Þetta var mjög góð pistill því að þá, ég var single á þessum tíma og það var svo óþægilegt þegar ég er mjög kulvi, þannig að ég fór alltaf í síðar frá kona. Svo svona one night standum það var alltaf að reyna að fara úr buxunum og síðu nærbuxunum með sæist ekki hvað ég var mikið laumingi. Og ég var mjög flinkur að gera það. En þetta var alltaf að glata morgunin eftir Þannig að ég hata tíma síðu nærbuxuna en ég er í síðu nærbuxuna. Það er þannig? Já. En þú Vésteinn, ert þú í síðu nærbuxuna? Nei, þetta var byrjun fyndið, Oddur kom niður að opna fyrir mér og hafði ágjörði hvað ég verið illa klæddur og svo hendaði ég svona til hliðar, þú ert örugglega í einhverju ull og ég bara, nei, ég er ekki neitt í ull. Ég held bara að væri allir í einhverju núna, Já, nei, ég gerði líka ekki ráð fyrir að þurfa einhvern veginn að vera mikið úti til að koma í þetta viðtal en svo þurfti ég að leggja einhverstaðar í Hafnarfirðinum. Þú gerði það? Já, þið biðið eftir mér í korter meðan ég var að finna stæði. Einmitt, já. Þetta er náttúrulega, hér er einhver meiri hluti sem að hatar einkabílinu öll. Já, Kæliklefin, stúdíu okkar er náttúrulega beint í miðbænum, Straight downtown. Straight. Á þriðju hæði fyrir neðan fyrirverandi vinnustaf okkar, fyrir heflaði. Þar sem þetta hlaðvarp í rauninu byrjaði. Já, ég veit ekki hvað mér finnst það við séum hérna á Hafnartorgi, þú veist. Þú komin yfir mest á tráman en það ekki. Jú. Ég samt ég ítist menn þá á 4 í liftinu og þá fæ ég svona eins og ég hef bara verið í Víetnamstríðinu og sé ekki alveg búin að ná mér Þetta heiti trámi eða áfalla streitur Já, en Vésteinn, það er ekki þannig að vinna á Vísi og Stöð 2 bylgjunni, þú ert ekkert í tráma. Já, svona kannski 50-70 kvöldvaktin í röð þá leita á mann einhverjar hugsanir en nei, ég hugsa þetta með hvernig þið talið, þá held ég þetta sé ekki sama tráma allavega. Já, nei, ég hef komið þarna upp á Vísi og ég hef ekki heyrt að stólarnir séu þægilegri en við vorum með, tölvurnar séu betri, kaffi var betra þá til núna, ég er að heyra orðrum að kaffi séu orðið jafn vont og fréttablaðinu undir að síðast. Mjög vont. Já, það er orðið mjög vont, komum nýja vélar. Já. Sem voru ekki góðar. Ég var hérna á fréttablaðinu einhvern tímann frá 2021 til 2007 fór svo í 10 ára og aðra fjölmiðla komið tilbaka, ég fekk sömu tölvu og ég skildi eftir þegar ég fór 2007 þegar ég kom 2017 þetta var þannig Já, ég meina ónotið í 10 ára Já, you wish Heyrðu, já, þetta er náttúrulega hvað, er ekki allir búin að býða 24 ár eftir þessar Gladiator 2 Er það ekki? Nei, ég veit það ekki. Samt áðurinn fyrir mig þá
bara verð að koma að Cobra Kai komið aftur á Netflix 5 þættir og ég held að þetta væri þess að restin þá koma 5 í viðbót í febrúar. Vá, hvernig líður? Ég veit það ekki. Nei, sko það var tilvíðan bara ég sá þetta í fyrrakvöld. Cobra Kai komið og klukkan var margt og ég ætlaði bara að tjekka á einum þætti og fara að sofa. Klára þetta. Nei. Það ekki hægt að hætta sko. Þetta er svo gott stöf. Hvenær fórstu það að sofa? Það man ég ekki. Það var ekki nokkuð leið að stoppa. Þeir náttúrulega stuttir, voru 30-40 mínútur cirka. Þetta að trilla allt sko. Ef þú horft á þetta, veist þetta? Ég veit ekki hvað það Nei, þetta er spin-off af gamla Karate Kid sko. Karate Kid og Johnny Lawrence og vinnur hans úr fyrstu myndinni þjálfa krakka. En þetta það eitthvað sími, það eitthvað titræð. Já, en já sem sagt, þetta hafa alltaf verið 10 þættir sko og þetta var í haust sem sýndu 5 og þetta er nýja flippi á Netflix að vera að halda manni eitthvað neins svona sko, þannig að ég held að þetta væri að fara að klárast en nú maður skilin eftir á algjörum kliffengar á 13. febrúar. Hvað konar margar serið? Þetta serie 6 og síðasta sko. Já. Spin-off af Karate Kid já, ok, við vorum einmitt að ræða það í vinnunni í dag sko, að ég og samstagsfélagin minn sem erum jafn gamlir við trilltum einn sem 14 árum eldri og sagðist bara hafa séð Jaden Smith Karate Kid myndina en ekki upprunalega, hann var ekki mjög ánægður með það. Sem betur fyrir vorum við bara á annarri hæð sko, en ekki ofar, hann hefði hendt okkur út um gluggan held ég. Sparkaði ykkur út um gluggan. Nei, þetta er svona úlingadrama eins og ég sagt þetta er svona Beverly Hills 90210 í karate sko og svona gamli kallar með og svo mikill 80s feelingur í kringum þá sko. Maður þarf að horfa á þetta, hengi? Jó, ég bara var að við og byrjar og gætur lendið ég að hætta ekki sko. Þú takkir eftir að sofa? Nei. Og bara aftur honorable shoutout á Anton Brink ljósmyndara sem að ítti mér út í þetta fyrir nokkrum árum. Þá var þetta á þessu fríví eða eitthvað og ég horfi ekki á, ég held að vera bara drasl. Það voru 2 sísón þar og svo fór þetta á Netflix sko. Geggjast það. Það er galið að maður hafi ekki séð þetta. Já, heyrðu. Ég er ekki eins og sé Karate Kid sko. Já. Ekki heldur, við erum saman í þessu. Já. Heyrðu, ég fóð með litla strákið minn í bíó í fyrsta skipti helgina. Nei. 2,5 árs. Fyrsta skipti? Já, hann er svo órólegur sko. Hinböndin fór öll 2 ára sko. Já. Þannig að ég fóð með elsta og yngsta að sjá villta vélmennið. Wow, og Wild Robot. Já, og náttúrulega 32 ára og 2,5 og þessi 32 ára sá sko Lion King 2 ára í bíó, það var fyrsta bíómyndir sem hann sá sko og mér sýndist þetta mögulega getur ágætis mynd en Gussi var ekkert, hann satt í hálftíma rólegur, svo fór hann bara eitthvað að spóka sig um salinn sko. Það er þannig. Já, og við endumst eitthvað aðeins fram með hlýja og þá var hann svona farin að fara á milli bara sætar og bara Hæ pabbi og vinka og svona þannig að við þurftum að yfirgefa kvikmyndahúsið í meiri mynd. Pítur, er þetta ekki svona þinn eða? Jú, þetta er minn. Pítur, Bíómógulsins? Já, og þessa rólega og afslappaða mann sem ég sko og öll hinn börnum mín þannig að ég veit ekki hvernig ég kemst í gegnum heila bíómyndum sko. Nei, hvað er það? Þetta er það ekki? Já, sko. Þetta er svona acquired taste sko, hinn voru bara til sko, 2 ára í þetta. Að maður er búin að heyra svo góða hluti með þessa mynd sko? Já, ég hefði viljað horfa hann hlenda og á ensku, ég náttúrulega, því að maður er svo lítill þá leti ég eftir talsetningu sko, sem var náttúrulega, veist að er bannað á mínu heimili. En já, ég ætla að reyna bara að sjá hana við tækifæri aftur, sjá aftur, klára hana. Þetta leit út til að vera fínasta mynd sko. Já. Wow. Og Dreamworks, þeim hefur stundum tekist að gera eitthvað. Er það ekki? Shrek og eitthvað lis. Já, Anastasia. Og ég er bara degjur hitta hérna, sko. Ég get alltaf að hugsa, sko. Þetta voru mest meðstök sem ég gert. Nei, þú væri náttúrulega, þú hefur orðið úti á leiðinni ef þú hefur ekki gert þetta, sko. Það er þannig. Já. Heyrðu, ok, Gladiator. Gladiator? 2. Já. Þú sást Gladiator 2, það ekki? Jú, sko, það er enda pínu fyndið að ég hef vissulega séð hana, sko en pínu fyndið að þú skildir hafa beðið mig um að koma og ræða þessa mynda því, sko, ég sá hana þarna þegar hún var frumsýnd en 3 dögum áður en ég sá hana þá hafði ég ekki séð fyrstu, sko, þannig ég horfði bara á hana þarna rétt áður en ég fór í bíó og tók svo tvistinn bara í frumsýningu. Já, ok, það vortu nú með að ferskan samanbyrð. Ég er vel uppfærður, sko, þannig séð. Það er nefnilega máli, sko. Ég á ekki neina nostalgíu minningar af fyrirmyndinni, sko. Þess vegna ertu góðu kandidat í þetta, sko. Því ég held að hinn myndin lifi á rosalega mikilvæg nostalgíu, sko.
Gladiator 1, er það ekki? Já, sko, jú, ég samt sko verð nú að viðkenna, hún kom 2000, þetta eru 24 síðan. Og vann, Óskarsverðlaun? Hún var með 12 tilnefningar held ég og vann 5, fikk 5 verðlaun. Það er rosalegt. Já, og það var sko meðal annars náttúrulega Russell Crowe fyrir besti leikarinn og hún var besta myndin. Já. Og svo var það eitthvað svona búningar og brellur en tilnefndir voru Ridley Scott sem leikstjóri og Joaquin Phoenix sem besti aukaleikari og Hans Zimmer með tónlistina helviti vel gert að fá 12 tilnefningar og landa 5 en í rauninni bara þá 2 í major category sko. Já. En sko það var allt einhvern veginn hún hæpaðist alveg rosalega hratt upp þessu mynd og voru allir einhvern veginn bara obsessed sko. Mér fannst hún bara svona allir lægi sko. Þetta er einn af þeim sem ég var ekkert eitthvað gapandi hrifningu sko. Nei. Og skildi ekkert í þessu Óskarsverðlaunadæmi hvað Russell Crowe var að fá Óskarinn fyrir Maximus en svo getur verið að þetta sé eitthvað falska minningar í sem hún er að búa þetta til og ég horfði á hann aftur, bara núna Gladiator sko. Já. Og mér fannst hún er helviti góð. Hún er gegn. Ég var mjög rosalega gritti og svona bara töff mynd. Og náttúrulega eins og við tölum í síðast þætti náttúrulega það er engin skortur á svona gæsóða momentum og cool línum hann er bara helst það, er það ekki? Mér finnst það að vera svona þú veist, Russell Crowe einhvern veginn, þú veist. Já, því ég veit ekki sko, því ég áttalega tímabili sem ég var mjög hrifinn af Russell Crowe. Hún stann geggjaður í LA Confidential og eitthvað svona. En mér fannst hann eitthvað asnalegur Maximus. En kannski er það bara eitthvað fölsminning þegar mér fannst hann gríðarlega svona töff og svona alvöru svona einarður sko. Flottur á velli og svona. Já, og svona röddin og svona hvernig það skila línunum sko. Eins og með það sem við gerum í lífinu, bergmálar í eilíðinni. Það er bara, þú veist, svo var ég búin að gleyma hinu sem að þú fórst eitthvað til í fyrir að sé þetta I will have my vengeance in this life or the next. Við erum mann þetta. Ég er búin að vera að raula þetta í eirað á Oddi sko, í vinninni upp á síðkastið sko. Manstu hvernig þetta var? My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions, and a loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Amazing. Wow, það er klart. Var þetta ekki rétt? Ég man ekki betur sko. Hafið þessi Highlander með Kristoffer Lambert? Nei. Ég var svona 8 ára, þannig ég man ekki alveg hvað gerðist sko. I'm Connor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel and I am immortal. Þetta er stöfið sem situr eftir sko. Já, það eru svona einhverjar þrungnar línur sko. En sko, já, nei, ég var að horfa á náttur og mér fannst hún bara helviti góð og ég verður bara að taka það tilbaka hvort að ég hef bara þróa eitthvað attitút gegn Gladiator sko. Og ég elska náttúrulega hefndadrama, það er bara eitt af mínu alltaf uppáhald sko. Og ég hafa bara búin að gleyma sko, hvernig þeir drápu konuna svo soninn sko. Veist, maður er því náttúrulega alveg spinni gal. Hvernig gerður þeir aftur? Þeir krossvestuðu og brenduðu lifandi á krossinum og ég veit ekki hvað og hvað sko. Misþyrmdu þeim og Þannig að hann var alveg með alveg bíf sko. Já, hann svona, það var réttlætanlegt að fara í þessa vegferð held ég. Ég er átt með það, ég horfði á hana sko síðasta sumar. Þá var ég að fljúga til útlanda, þannig ég horfði á hana í flugvél. Í síma. Svo horfði ég alltaf á hana svona á kvöldi þegar maður var ógeðslega þreyttur eftir daginn og ég svona, þú veist, ég var ekki heitir en ég hugsaði samt alveg þegar ég horfði á þetta í þessum hræðilegu aðstæðum, þá hugsaði ég alveg svona fekk þessi mynd bara 5 Óskars hvaða rugl er það? Þetta er náttúrulega svolítið eins og að taka upp á slæðið þitt og setja það sem vekjarklukku tónlist. Þú ert að fara að eyðileggja þetta fyrir þér. Já, náttúrulega má ég deilum kannski hvort þú hafir hort á hana síðasta sumar sko. En hún er bara rosa flott og hinn verðlaunin er náttúrulega búningar og brellur og allt það og þetta er náttúrulega þetta er flawless náttúrulega því leiti til. Hún deliverar, þú veist, hún er svo satisfying sko, sögutráðan, það er svo ótrúlega Já, sem er alltaf bara mjög einfaldur þetta er bara þetta klassíska hefndaða drama sko. En mynd nummer 2 24 ár. Af hverju gera hann þessa mynd allt í einu, vitið þið það? Er það því hann er gamall og er að fara að deyja og vill bara gera myndir sem hann elskar að gera? Ég veit ekki hvað kalla á hann sko en ég meina, og kannski bara hefur verið hvað kalla eftir þessu öll þessu ár, ég veit það ekki en áttum okkur samt að því að maðurinn er að verða 88 ára sko. Já,
ég held nefnilega að ég komin í svona mér finnst þess að ég hafa lesið þetta selja ekki dýra en kefta eins og þess að ég komin í svona fuck it mót sko. Bara ég ætla bara að gera bíómyndir sem ég langar að gera Gladiator 2 Ég held einmitt að það sé kannski aðal kosturinn við Gladiator 2 að það svolítið fuck it attitude í henni sko. Já, finnst þið það? Já. Hvernig þá? Mér finnst hún tekur sig ekki jafn sko opfóðslega hátíðlega og Gladiator sko, og ekkert að reyna að jafna held ég gömlu Gladiator og það bara sumtarnir eða bara, borderline bara weird sko, það alveg eins og hvað? Hvað er weird? Ég meina Colosseum fullt af vatni þannig að hákallar geti leist ljónina af til dæmis Það var svona, mér fannst það mjög gott sko. Já, þetta var alltaf, þetta var bara ógstlega töff og bara svona sniðugt Þetta líklega lýsi myndinni best Abaskrattarnir hann í upphafi það var náttúrulega þeir voru eins og einhverjar geimverur sko. Ég man, þarna staldraði ég og hugsaði nei, verður þetta svona en svo svona flætti þetta alveg ágætlega eftir því sem leiði á myndina sko. Þegar ég pæli abadæmi var líklega það var svona veikasti punkturinn kannski alveg stórfurð þetta var svona vond CGI líka þetta var bara eins og apar úr Shrek eða eitthvað sko. eða svona að því að við gleymum því ekki að maðurinn gerði náttúrulega Alien 1979 og þetta var svona eins og svona einhverju svona mislukkað Alien sko, en samt sko þetta var náttúrulega mjög creepy dýr sko, og ég fór ekki að spá hvað voru þeir að raka babúns þarna til þess að gera á meira ókvækjandi sko í Róm ef þetta hefði sko verið ef þeir hefði verið þarna í dýragarðinum hjá þeim sko en þeir voru mjög, skellulegir mjög alienlegir þeir voru alveg trilltir líka þeir voru brjálægir já, þeir voru ekkert eðlilega brjálægir en já, það voru svona hann aldrei sett þetta í Gladiator sko ég meina það sko, hann svolítið bara heyrðu, tökum bara gott flip sko já, algjörlega og ef, kannski fólk hefur ekki séð myndina þá náttúrulega snýst þetta skylmingaþræla sem að berjast upp á líf og döðu Colosseum og Rómverjarnir náttúrulega til að senda ljón og tígristýr á alla kristnamenn, þeir voru svo góður á bragði Já, við glemdum að vara hlustendur við eitthvað svona Já, ég er nú að reyna að spilla meira ræða mynd sem þið hafið ekki séð þið viti hvert þetta er að fara En sem sagt þannig að þegar við ætlum að tala um einhverja fyrirlega apa þá er þeim sem þetta sigað á skylmingaþræluna í Colosseum Já fyrir framar Denzel Washington sem þessi er áhugaður en en hvað Oddur, hvað, það er eitthvað tónn í þér Nei, alls ekki tónn ég er eiginlega sammála ég meina sko þetta er bara, ég er bara svo þakklátur á þessari öld sem við lifum á þessi streymisveitu öld og svo framvegis að fá svona alvöru bíómynd sko. Þessi mynd er bara gerð fyrir bíó er það ekki? Eins og Deadpool and Wolverine Já, þú veist svona eiginlega það sé ennþá besta mynd sem ég sé á árunni sko. Já, ég meina handritið, þú veist, maður er ekkert að fara maður getur verið bara svona wow, það meikir ekki sens, þetta er heimskulegt og þetta er heimskulegt og wow, en þú veist ef maður pælir ekki því, er ekki það leiðilur þá er þetta bara frábær skemmtun ég fíla hana mjög vel sem mynd ég skemmti mig mjög vel sko. Ég er samt ekki alveg vissum að hún hefur verið gerð sko endilega fyrir bíó ég heyrði sko, eða las einhvers staðar hann hefði gert hana fyrir ótrúlega þreytta menn til að horfa í flugvél á símum og svo í fríinu þeir eru að fara svo sko. Ég meina hún er það löng, hún býður upp á Já, hún býður upp á Nei, mér finnst hún alveg stórkostlega á Stóraskjánum sko. Það var svona það er held ég annað en að taka þetta á Netflix flakkinu heima sko. Varst eitthvað mikið að spá í þessum söguþræði hvað mikið að sens og hvað ekki eða er ég bara leiðilega sem maður í heimi Er það tala bara eitthvað sögulegar pælingar svona accuracy eða bara Já, ég man ekki, þú veist Er það að tala um syndandi hákarla í Colosseum eða það er eitthvað svo leiðis Alien apa eða bara að keisararnir voru ekki alveg svo þeir voru í mannkynssögunni það er líka sko það er líka Hárðu þá bara okkur heimildamönd Já, það þannig Nei, þú veist, bara svona, líka bara svona samengið og bara svona, þú veist, innra samræmi í, þú veist, sögutræn þú veist, handritinu Það hafa verið gloppóttur eða eitthvað svoleiðis Já, ég veit ekki alveg, þú veist, ég er ekki með neitt ég er bara svona, þú veist, þetta er kannski ekkert eitthvað svona þú veist, þetta er ekkert besta handrit alltaf tíma, skilji, það sem ég er að meina Hinn var það ekki heldur, sko Ótvírætt, En sko, allavega, ef bara reynum að setja þetta í eitthvað samhengi þá náttúrulega gerist þetta náttúrulega í Róm til forna 16 árum eftir að Maximus drefst í hringnum í Gladiator og þar var keisarinn í gömlu myndinni Marcus Aurelius með einhvern draum að gera Róm fólksins hann væri örglega í sósíalistaflokknum hann væri með alvor í dag að færa fólkin aftur kvotan og reka spilta hiski burt sko Já, og það var Richard Harris lék hann Dumbledore í fyrstu 2 myndunum
og ég hef sagt áður og svo var Oliver Reed lék skylmingaþræla eigandann. Þetta eru tvær bara svona eiginlega mest legendary fyllibittur í bresku leikarastétt. Richard Harris líka? Já. Drakk hann svona mikið? Já. Richard Harris og Peter O'Toole drukku mikið saman og Ó, ekki Oliver Reed á einhverju fylleri? Jú, áður en að þeir kláruðu að taka myndina. Já, einmitt. Hann var drikkjukeppni við einhvern sjóliðsmann eða eitthvað svoleiðis. Já, hann fór alltaf á barinn og tapaði. Bara eftir tökudaga og hann var búin að innbyrja eitthvað þetta, veist ég man ekki hvað magni var að bjór og svo var hann komið niður í aðra eða þriðju viskiflöskuna og bara datt hann niður döður og þetta CGI hann í einhverjum atriðum í restina Já, blessakalli. Þetta vissi ég ekki. Já, hann var villimaður hann bara sagði hann alltaf bara að drekka allt áfengi heim og ríða allum konum bara sem hann kemist yfir og eitthvað þetta var bara svona British thug oddur, best in the world en aftur út og úr Já, sem sagt og Maximus, hans Russell Crowe, hann alltaf var geggjaður herfóringi sem vann mikla sigra í Germaníu fyrir keisarann sinn og fær svo full mikla upphefð að mati Commodusar, sonar keisarans, þar sem að keisar alltaf bara gera Maximus að einhvers konar einvaldi til þess að færa fólkinu Róm. Og það fer allir anskotan sem hann nær fram hefndum og í þessu lífi og bla 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 líður og biður og það er bara sama ástand 16 árum síðar og enn það er mér ég var frekar ánægð með tengingarnar á milli mynda þetta var ekkert svona too much Mér finnst þetta að vera mikill óður til fyrstu myndarna. Já, mjög en það var sama fólkið og sömu leikarar og voru að láta sér dreymum að frelsa Róm í fyrirmyndinni eru þarna ennþá. Gamli þingmaðurinn, hann er bara hann. Grakkusinn. Já, ég hugsaði bara, þú bara þá lífi? Derek Jacobi, veist ekki hverju það er? Nei. Þetta er svona gaurinn sem að lék Claudius í I, Claudius, það ég Claudius þáttunum, Hann er bara búin að vera í Róm í 50 ár, Það er bara hann. Já. Góð tenging, Nei, og þá er náttúrulega aðal gæin í þessari mynd er náttúrulega Petro Pascal, Já, svona er það? Nei, hann er Maximusar í rauninu ígildið, þess að hann er í sömu stöð á Maximus, hann er herfóringi sem að vinnur glæsta sigra og vill bara fá að vera með fjölskyldunni sinni og hætta að berjast og eitthvað svona og er svona noble man, og lendir náttúrulega í því að verða astnalegt hefndarbífið hjá þessum nýja gladiator, hvað heitir hann? Hann heitir Lucius. Já, Lucius, já. Það heitir eitthvað annað fyrst, ég man ekki hvað. Já, Hanno eða eitthvað. Hanno. Og það er eitthvað þessi Paul Mescal. Það kemur á óvart. Þetta val, Já, er það ekki? ég var bara mjög lengi að sætta mig við hann og maður horfa á myndinni, mér fannst hann bara nulltöf og ekkert svalur, Það er þannig. Mér fannst það, Svo vann hann alltaf svona á, hann bara svona lúðalegur. Ég ætlaði að fara að segja, djöfull er hann nettur, Mér fannst hann geggjaður, Ekki endilega besti leikarinn, en hann var ógeðslega töff. Mér fannst hann merkilega líkur einhvern Russell Crowe, er það? Já, röddin, Hvernig hann beitinni? Já, svo talaði hann, Það kannski hjálpaði svona, komin á það kannski? Einmitt. Býtu, komin það tvist ykkur eitthvað óvart, eða? Nei, ekki bein, Nei. Það gerir það, þú veist, þú ert mjög fljótur einhvern veginn að leggja saman tvo svona þegar líður á myndina eftir smástund, Við skulum nú bara ekkert vera farið eins og rakaðir apar í kringum heitan skylmingatræl, hlustundur eiga að vita það að hér er talað fjálglega og frjálslega og bara spoiler alert Það er nógu löng þögn. Já. Auðvitað reynist hann vera sonur Maximusar, Litli strákurinn, litli piratastrákurinn. Já, hann er nefnilega bara Lucius í fyrirmynd. Já, það er ekki. Nei, það er bara svona krakki, Litli strákur bara. En málið er, nei, þetta komir ekkert óvart. Og svo var maður alltaf búin að heyra þetta og maður búin að einhvern veginn er hetja þessara myndar undan Maximusi. En ef maður ég fór á myndinu og ætlaði að fara að rífast við þetta vegna þess að sáu ekki fyrirmyndina sonur hans var drepinn í byrjunni Það hefði verið rosalega yfirsjón. Já, það hefði verið alveg en þá auðvitað hafði hann þá laumað í Lúsilu
keisaradóttur einhvern tímann þegar þau voru ung já. og átti sem sagt þá eiginlega strákar sem voru jafnaldra ég man í fyrirmyndinni Lucy að fara að segja að Lucy sennar sé eitthvað 12 ára eitthvað já, bara jafngamall strákunum minn já, en þetta eru strákunum þínir sko nei, og þetta hélt alveg vatni svona þannig og það var alveg ég fílaði bara drama í þessu sko, það var svona telenovela drama sko já svona alvöru Suður-Amerísk sábákur og svo þetta líka náttúrulega bara því að hann náttúrulega sko hann náttúrulega bara elst upp og komið undan strax í lok fyrstu myndarinnar þá þarf að koma í skjól því að ég held að Rómverjar sko þetta náttúrulega sama landsvæð og Ítalir og mafían hefur svo verið á sko ég held að Rómverjar hefur svolítið fundið þetta upp það er svolítið að drepa alla sko og alla fjölskylduna, ef þú varst ykkur valdabixi sko, það var ekki nóg að drepa bara Tony Soprano sko, þú þurfti að drepa alla ég meina það var rétt höfum, ef þeir hefðu náð að drepa hann þá hefði þetta ekki gæst nei, já, ég er alls ekki að segja þetta sé eitthvað út í bláinn sko þetta er bara góð hugmynd okkur finnst þetta bara svo mikil barbarismi nú til dag sko já. en hún lifði bara góðu lífi mammans í Róm Lúsila? Já, mjög spök bara mjög spök, 9 manni já, flottum manni þjónustu konu með Pedro Pascal já en já, jú, þetta var allt bara svona en þetta er alveg bara þetta er, ég veit ekki bara hvert maður að fara sko því að hann náttúrulega bara í einhverju öðru ríki þarna í Afríku og þar koma Rómverjar og rústa öllu, drepa konunar sem var bæðið helvíti töff þessi töffari var hún þarna þetta var geðvitt atrið, við höfum ekki rætt byrjunar opnun á myndinni með bátunum og því já, það var mjög gott atrið orastan og svona, setti tónin og kallast svolítið á við fyrirmyndin byrja alltaf að Maximus að fara sko stút einhverjum frændum vorum germönum sko. og þarna er Pedro Pascal í sömu stöðu, hann að leiða þarna rómverska flotan heila, sigla bara inn í borgina og djöflast eins og vennilega sko. Þannig að það er alveg svona það er rosalega mikið af parallelum sko. En samt er þetta ekki copy einhvern veginn þetta er framhald geggja framhald og alveg náttúrulega samt, vísa vandlega í og við erum bara ekki svona miðja mynd á bara svona replay úr gömlu myndinni svona bara þess að minna okkur á hvað Maximus var ógeðslega svalur sko. Það hefði getað verið ógeðslega taki en mér fannst þetta alveg bara virka já, var það ekki? Jú, fannst þið ekki? Jú, mér fannst það virka sko, en þegar þú varst að tala hún er ekki svona replay af fyrstu myndinni ég labbaði út og fyrsta sem ég hugsaði var eiginlega hvað var einhvern veginn frískandi að það var ekki eitthvað ástarviðfang svona einhver hliðarsaga, þú veist, þetta var bara hann að hefna sín geðveikt mikið það er góð punktur en svo komst ég reynda ræði að það var mögulega planið og svo var það klift út eða eitthvað en þú veist, ég var svona manni í horfðamyndinu og ég bara, næs, bara berjast slást og berjast bara strength and honor bara og fókusa bara á markmiði sko. Já, nei, þessi mynd 2 klukkutímar og 28 mínútur hinn var 2 klukkutímar og 35 mínútur sko. Þetta er svipulengt já, svipulengt, en það hefði ekki verið hægt að tróða miklu meiru sko. Nei. En en líka sko allavega, ég átti alveg búin að þetta er eitthvað bara mediocre drasl sko. Þó að þetta sé rillis gott og allt það sko. Svona dæmigert, einhver mynd sem er alveg bara búin að vera bara böð í einhverjum dýraljóma í 20 ár sko. Og svo kemur framhaldi og það er bara eitthvað hallæri stæmi sko. Og þessi mynd er ekkert að fara eitthvað að raka saman Óskarstilnefning samt, hún er einhvern veginn svona eitthvað kampi en hún er alltaf rosalega góð sko, leikara legíóið sem er þarna mætti leiks, þetta er ekkert smáraðis mannskapur sko. Og allir bara gera sína hluti mjög vel Hvernig fannst ykkur Denzel Washington? Var að segja, við erum ekkert búin að ræða það mér fannst það geggjaður sko, ég fór með nokkrum vinum mínum og eitt sagði bara, hann var bara að leika Denzel Washington og ég bara, já, hann er bestur í því að vera bara Denzel Washington sett hann bara í Róm og hann er bara einhvern veginn hann á bara heima það, á pleysið einhvern veginn mér fannst hann frábær sko. Hann var frábær, en hann var líka þetta svona framan af ok, Denzel er komin bara þarna í sama slott og De Niro og Al Pacino þeir eru bara, þú veist, en hann svo fór hann bara, þessi karakter hann Makrínus þarna sem Denzel leikur, hann var mjög svona marglaga og ekki allir sem hann séður og hann breytist alveg bara svona mjög svona eðlilega svona líka svona nettir hommataktar í honum stundum og svona, þetta var Denzel en samt ekki bara pure Denzel. Svo var það eitthvað megadrama, hann kyssti einhvern í ykkur aðri
og það var kvætt að útvist og svo var hann eitthvað kvart yfir í fjölmiðlum og svo var Ridley Scott að segja þetta, hann ekki alveg rétt hjá honum eitthvað spunnu þetta og þetta átti ekki að vera hluta myndinni þannig að það var eitthvað ég held nú að þú veist að Ridley Scott hafi ekkert verið að klippa út allt sem geti mynd á samkynhneigð þessari mynd sko það sem hafa séð þessa mynd að viti held ég alveg hvað ég að tala svona, það alveg aðrir tilburðir þarna sem að fengu að vera í myndinni fyrir það að Ridley Scott er eitt svona feministkasti leikstjóri sem hefur gengið laus í Hollywood þannig að hann er ekkert eitthvað sko hann er ekkert eitthvað anti-Vogue sko og hann er þó að sé að vera 88 ára hann er alveg sko frist með tímanum ég fílaði þetta í bótt sko svo kemur ljósa hann er ítmenni sko þú veist með þessa keisara það voru 2 keisar líka var hann samt eitthvað illmenni per se var hann eitthvað hann var náttúrulega bara með bíf líka hann var að hefna sín líka hann bara gamall skylmingaþræll með merkið á sér og hann hataði bara Róm eins og hún var lögð á borð fyrir hann skilur þannig að ég svona maður skildi allavega hvað hann kom skilur þá hann hafa ekkert verið næs við alla skilur nei bara pólitíkus náttúrulega líka og og náttúrulega ég held að það er aldrei eitthvað rosalega góðir menn sem að sko reka hóruhús eða skylmingaþræla búðir og svona sko þetta er ekkert salt í arðar sem og eitthvað rosalega sterkir á siðferðislega svellinu sko við skulum ekki alhæfa sumir skylmingaþræla meistarar sagt að séu mjög góðir sko hann var nú ágættur Oliver Reed hann var svona eitthvað smá gull í hjarta í honum sko þessi keisarar þeir voru alveg svona comical þeir voru comical sko þeir voru en samt mjögulega skrítnast af myndina já en ég meina þú veist það er náttúrulega bara augljósar sko Caligula vísanir í þeim sko þeir voru mjög svona duttlungafullir og svona já svona vimsi já ég myndi bara spontant sko hver var Caligula ég var að segja frá myndinum hann síðast svona hann var eiginlega svona klikkaðasti af klikkuðu keisarunum og hann vildi gera hestin sína presti í ykkur hofi og þarna ferði útgáfa því þessari mynd er að hann setur apan sinn í eitthvað embætti hvað hét apinn aftur? Ég var að munið daginn ég maður ekki þannig að þér finnst þið kannski klikkaður svona á nútíma standarda en það er til skráðar heimildir af sko verri rómarkeisarum með þetta mér finnst þeir svo góðir í að vera gjörsamlega óþolandi þeir héldu þessum standard allan tíman alltaf þegar þeir komu á skjáin þá var maður farin að reyta hársitt og skegg yfir hvað þeir væru pirrandi þessi hálfvitar og svona líka þessi svona impulsífur bullandi ADHD ógreindir sko og ekkert meðhandlaðir en sko ég trú ekki að þú hafa ekki hnotið eitt áttur minni tvíburinn hann sem er svo Harry Prince þetta er karikatur og Harry Prince þetta hlýtur að vera með ráðum gerð sem endar á að drepa stórubróðsinn það er góð punktur ég hef ekki pælt í því nei, hann er alveg eins með glima Ridley Scott náttúrulega er englendingur upprunalega sko þetta er bara ég held að þetta sé bara mjög svona nasty mokkari á Harry Denzel Washington þá Oprah það getur verið Denzel gerir þetta rosalega vel og við veist nú einhvern veginn Pedro Pascal er alveg sama hvar hann poppar upp hann er alltaf eitthvað svona kjölfesta svona rosalega solid gaur sko rosalega solid og sjarmerandi en mér fannst það samt ekkert mjög djúpur nei, hann var alltaf bara svo stereotýpa já og þú veist við fengum eiginlega aldrei að vita neitt svona hvernig mann hann hafði að geyma annað en bara hann væri einhver rosa góður herforingi sko, og svona heiður smaður en það var ekkert svona explorað meira en eins og þú segir 2 tímar og 28 mínútur það er samt einmitt það er stærsti svona munurinn á þessum mynd verðum þetta mér fannst allar persónurnar rista grinnra í þessari mynd maður tengdi meira við hinnar og það var einhvern veginn veist, ég var alveg að standa með þessum Luciusi en maður var sko einhvern veginn all in með Maximusi algjörlega bara veist, maður var bara það skipt maður máli að hann næði tilgangi sínu svo voru línurna ég var alltaf að býða eftir einhverjum geðveikum ræðum komu þær ég meina where we are death is not where death is we are not mér varst það fyrir eitthvað nett sko ég bara veist, þetta er ekkert sama á gamla staffið skilur en þú mátt ekki rembast við eitthvað hvaða nettu línu á ég að setja myndina einmitt og maður er líka alltaf að bera þetta sama við hérna sko, sem er ekki það sem maður gerir það er ósangjan ég hef fyrst sér fyrir mér að hann myndi bara skauta framhjá What We Do in Life eitthvað sinni í Eternity
og svo þeirri línu droppað og ég fyrst bara, þá einhverju indveri sem að væri fyrirverandi skilningaþræll og honum svona læknir hjá þeim og lúsið svo af hverju þetta hanga hérna og bjarga mannslífum já, sem að maður gerir í lífinu að bergmála nú í eilíðinni já, mér finnst ég að þetta áður getur dángreita þessa setningu aðeins meira svo fyrst, svo þetta er svolítið smart einmitt bara að taka hana úr þessu grand þessu upphafnaða samhengi og bara jartengja þetta og þá finnum maður að það eimir eftir af því sem að Maximus gerði þessum 1,5 áratug á undan sko. Þegar hann fer og næri Brynjuna Brynju pappasins ég fekk gæsa á nokkuð sinnum í þessari mynd sko. Bæði vei og ég það verður að koma fram oft kom fram hérna þá ég elska fanservice ég fanservice sökkur og hann fer hérna niður í eitthvað grafísi þarna undir skilmingaþrælabúðunum og þar hangi bara Brynjan og sverðið og allt og bara stendur á ensku what we do in life, echoes in eternity sem á latínu og ég bara hugsaði ok, það kannski cheesy en þú fucking verður að fara í þessa Brynju fyrir lokabardagan og það var alveg bara húha það var ekkert eðlilega nett sko. Reyndar eitt sko með það að því þetta hérna niður í þessari hvelfingu það sem er búið að krota Maximusar í burtu, höggva það í burtu Akkurri var Brynjan hans þá þarna og sverðið að því þetta á að vera eitthvað svona það er greinlega á að afmá nafn hans þarna af þessum veggjum en samt eitthvað shrine þarna fyrir hann það ekki fyrir eitthvað skrítið það? Jó, mér fannst það mjög skrítið sko ég var reynilega leiðrétt þetta kannski bara var þetta aðeins dýpra niður og þetta var bara eitthvað svona köld eða sko að þetta hafi verið virðingavottur sko að klára hann af gladiatoralistanum á vegnum að því að hann var náttúrulega hersöðingi og þetta sem ég var að tala um bara slökka á heilum njóta þess ég var ekkert reyður að sjá þetta var svona þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að maður getur nýtur oft eitthvað hólur í plottu og svo bara spurning sko dettur onni að það er alveg sama eins og því er ekkert að ætla að fara að pyrast yfir sko mannkynssögunni í þessu sko það er alveg og ég séð eitthvað á netinu eitthvað þetta er ekki gaman fyrir menn sem að þekka sína mannkynssögu nei, þá skulle þið bara ekkert vera að fara á þessa mynd hún er ekkert fyrir ykkur heimildamindir Óttur tjöfull var þegar það er þú veist, vatnið þarna sjórin eða hvað sem þetta er í Colosseum og hákarlanir ég byggjum meira sko. Sjóvorista í Colosseum en sko nú hætti ég í sagfræði sko, eftir mánuð eða eitthvað mér líður eins og ég hef einhvern tímann heyrt að lesið að þeir, nei ég hætti mér líður eins og ég hef einhvern tímann lesið eða heyrt að þeir hafi einmitt sett á svið einhverja sjóvoristur í einhverjum af þessum hringleikafólk sko. Ég selði ekki dýra það er ekkert rosalega farfetched sko. Nei, þeir voru ótrúlega náttúrulega ég sko, eins og ég segi þó ekki að hengja mig upp á það sko. en það gæti komið óvart hvað Google leiði ég náttúrulega sko var 1 ár í MR og var í mannkynssögu þar og það sem var Grikkland og Róm að tekið fyrir hann að ég tel mig vera full numma í þessum tímabilum sögunar og þetta var nú ekki í mannkynssögu BSE bókinni sem við vorum með þar sko út til okkar samtæki sko kannski uppfarið útgáfinni mögulega sko þetta er mega fullkominn sens nei, þetta var bara stuð þetta var bara og líka sko einmitt þetta sko þið muni eftir 300 spartverjamyndinni bara eitthvað test og veist að dauða hans ógeðslega töff og Gerard Butler, vinn minn líka hérna leiðan út af spartverjakonung þetta er frækilegasta vörn mannkynssögunnar bla bla Leonidas var einn af þeim fyrstu sem fjall sko í heimildunum sko en ég meina, eigum við að bara fara í fíl út í Frank Miller og 300 myndina af því að hann átti að deyja strax það hefði verið geggjum mynd, bara eftir kort hann er döður svona var þetta gerðist nei, ég hefði nú alveg gefið smá fyrir að þessir herir í lokin hefði farið í stríð sko. það hefði verið nett já, en hvernig ætlar það að slaufa á myndinni hvernig ætlar að binda enda þetta var orðið sko svona, ég kíkti hann á svo klukkuna og ég byrju, já, ok það er mestalegi kortir eftir og það er annar her á leiðin og hinn er að fara hvernig ætlar að reytla minn hvernig ætlar að leysa þetta hvað hann sparaði sér mikið ásöðlíka stopp, þetta er búið þetta gengur samt líka, þetta eru bræður áttu þessu bræður til að berjast þetta er bara eitt rómverst herfylgja móti öðru ég er nú bara að tala um for the cinema sko. það hefur verið geðið þetta að segja þess vegna erum við að býða eftir gladi þetta úr 3 Óttur
En sko, það Hvað var ætla að gera því henni? eitt við þá senu líka og reyndar fyrr í myndinni og þetta annað dæmi svona hólu sem að þú ræður hvort þú dettur onni eða ekki en ég hugsaði líka í bíónu þetta gerist í heimi þar sem þú getur bara talað stundarhátt og það heyra þúsundir manna í þess það var ekkert hljóðkerfi Ég held að allir að hugsa eins og þetta þannig það eru sko fótboltavellir á milli þessar tveggja herja hann stendur í miðinu og bara eigum við ekki að leggja niður vopnin og allir bara já, það menn voru með helvíti góða heyrð þarna það var enga 5G-bylgju að tröfla sko. Nei, svo voru svona moment sko, eins og ég segi það er náttúrulega alveg Caligula og svona vísaði hann og svo fannst mér alveg cool Spartacus momentið sko þegar hann skýtur úr af leikvanginum á milli keisarabræðrana og það var náttúrulega að finna þann skylmingatræl sem gerði þetta og þegar leiðilegi skósveinn Denzels kemur og bara hvað gerði það? Og þá kemur einn öðrum bara ég gerði þetta bara I am Spartacus bara Wow. Eina var að Lucius viðurkenndi ekki sjálfur að hann hefði gert hann sagði bara svona, ef ég hefði gert þetta þá hefði ég potið hitt og maður eitthvað svona okkur segið þú ekki líka þú hefði gert þetta Já, það var líka svolítið sko, hann allir eins og hann sé minnislaus framan af sko bara man ekkert úr fortísinni hvað var hann, ef hann var 12 ára sko. eða eitthvað sko Já, það er helviti hæpið sko en svo náttúrulega bara man hann þetta allt eða myndi þetta allt sko og þá var hann fljótt að vera svolítið kokki ég er nú prins Rómar Einmitt, þetta var ekkert eðla fyrir því Ég tók líka, þegar hann var að tala um mömmu sinna bara, nei, farðu, ég vil ekki neitt með það Svo svona eitthvað mjög stutt sér Mamma, sakna þín Það er að bjarga lífinar, hvað sem það kostar En hann er örgulega bara svona verið að blokkera út tráma þú veist, hann sendur hann til Norður Afríku sem badd sko. Það er örgulega ekkert grín á þessum tíma sko. Nei, og skiptir náttúrulega bara verður náttúrulega bara annar maður alveg, þegar við kaupum það alveg en býr náttúrulega því að kunna ljóð Virgils og vera bara að fossa svo nóbul blóð í æðum Það var líka svolítið svona það var pínu spes þegar hann fór að fara með eitthvað ljóð og allir eitthvað, hvernig kannt þetta ljóð bara eitthvað, hann geti bara hafa lært það alvan eða eitthvað skilur það er bara rétt á hann að mæti En svo bara, nei, eins og ég sagði hann Þetta er telenovela, sko. Þetta er alvöru drama Bara þetta átti að vera til mark sem að hann væri einhvern veginn svona konungborina því hann kunni eitthvað ljóð það virkaði alveg en maður var líka svona okay. Líka eitthvað búin að þegja hálftíma í myndinu eitthvað og svara aldrei neinu svo bara allir bunast þetta upp úr húnum sko. Það var svona geggjað atrið það fer með ljóð og er að hakki spað hennar inn í einhverju höll Mér finnst bara öll þessi mynd fáránlega töff bara allt ofbeldið henni var gott Já, og mjög vel allt útfært sko það er samt að svona eitthvað þegar hann afgreiðir Denzel í restina það er líka mörgum fyrst það svolítið skrítið að Denzel er svona búin að vera plott alltaf svo þegar hann er komin alveg út í hot sko þá bara grípur hann sverð og ríkur á móti bara gæjan sem bara drepa alla í myndinni sko en er ekki bara svona til mark sem að hann var búin að missa stjórn á aðstæðunum og var bara panikar bara alveg í rugli og hann svona hann tala að hann náttúrulega tjóppar hann þannig að þetta myndi svolítið bara á riddarinn í Monty Python The Holy Grail sko það var allir útlimir farnir sko þetta er bara flesmund en það var mjög svona satisfying sko það var mjög fullnægjandi það var það mjög samt einhvern veginn gæti maður ekki alveg komist já ég fann svolítið með Denzel sko til mjög já finna það var kannski að því að hann er svo góður leikari því hann er ekki þetta er ekki bara einhver cardboard villain sko það var einhver göfugur tilgangur sko allavega í hans hug já hann var að hefna sín áttum sárt að binda einhvern tímann og var reiður og svona ósáttur með sitt hlutskipti og svo var hann bara mættur til æðstu metorða og það var alveg eðlilegt kannski að hann vilji bara halda því tókuð eftir hundinum úr Game of Thrones Bittu hann var þarna, The Hound Rory McCann, vinnu minn í alvörni já, hann var herfóringin sem með skeggi og var alltaf hlýtti fyrirmælum já, inn í svo, hann var að tala um inn í Colosseum og fór í lokaórustan ok, þetta var hann ég laði ekki saman tótu nei, ég þekkti hann ekki sko ég sá hann bara í kastir, eða nafnið sko en hvað fannst ykkur tónlistina að endurnýta stundum gamla stöffið svona til að minna mann á hvaðan þessi mynd var að koma það virkaði fyrir mig Já, virkaði líka fyrir mig sérstaklega því að ég var bara búin að pælt í glati þetta soundtrackinu fyrir að ég fór að horfa á hann aftur þetta er helviti gott soundtrack ótrúlega gott sem er náttúrulega engin John Williams en þetta er mjög gott stöf eins og ég segi, ég var eiginlega bara ánægð með það
þetta væri svona óður til fyrir myndunum já, að því þetta var þetta bara virkaði, það hefði geta verið það hefði geta klúrað þessu algjörlega og þessu óður hefði bara orðið bara eitthvað karikatúr sko. Þetta var einhvern veginn alveg, þetta bara flæddi mjög vel og var svona þetta var svona bara svona gott, maður svona, já, einmitt. En þetta var ekki konstant samt. Nei, alls ekki, þetta var einmitt. Þetta var ekki svona þrúandi. Nei, það var ekki verið að þrönga þessu upp á mann, sko. Einmitt. Mér finnst það næs. Ég var reyndar að horfa á hina það hafi verið effektið sem hann ætlaði að ná fram og hefur tekið, sko. Þetta var einmitt svona næs. Já. En þú veist, ég hafði náttúrulega séð hina myndina 2 dögum áður eða eitthvað, þannig að þetta var mér í mjög fersku minni, Nei, þetta var geggjað. Þetta var miklu betra heldur en síðasta mynd sem hann leikstir í hérna, Napoleon. Ég á hana eftir sko, þetta er ekki skínandi meðmæli sko. Nei, ég er að taka hana bara þegar ég er komin á grund sko. Þú veist ekki Nei, ég nenni, ég hef aldrei séð þess að Lincoln mynd hans Spielberg, ég nenni bara sumum myndum ekki og ég veit það bara einhvern veginn, ég finna bara í mig bara, koma. Þá áttu líka ekki að vera að horfa þær. Nei, ef að tilhugsunum að horfa á hana vekur já, nei, þá náttúrulega er maður eitthvað stöðu sínar vegna í samfélaginu Nei, þetta er líka rillis gott er alveg, sko hann er náttúrulega gert alveg dópía myndum, rosalega margar svona bara alveg seminal myndir en hann hefur gert alveg fullt að drasli líka, sko Mér finnst eins og núna sé hann bara á einhverju svona runni, sko Þú veist, hann verður bara að gera myndina sem hann bara langar að gera og er bara í pocket móti, sko Já, þetta er svona ótrúlega kallar, Clint Eastwood er eitthvað 92 eða 4 og Scott 88 og þeir eru enn að, sko Þetta er ekki auðvelt jobb, sko að búa þessi bíómyndir Nei, nákvæmlega og vel gert, sko, og svo líka fyrir sko, hann, Russell Crowe og Scott hafa unnið ótrúlega oft saman það er alveg lígilega margar myndir sem að eða margar, handful en Denzel hefur bara verið einu sinni áður hjá honum í American Gangster það sem hann var einmitt, American Gangster og Russell Crowe var löggan sem var á eftir honum Já, eftir að sjá það mynd Þú búin að sjá hana, veistu? Þú kemur að tómum kofan hjá mér líka Þú áttar ekki á þetta ég hef séð miklu færri myndir en þú myndir haldar það er algjör tilviljun að ég hafi séð þessar Hvað ertu búin að sjá marga myndir? Bara 7 til 400 7 til Ok Svo annar fróðleiksmálið Tony Scott bróður hans Ridley sem að draf sig hendi sér fram að brú í LA fyrir nokkrum árum og gerði Top Gun sko og Last Boy Scout og var meira svona í hasardum sko hann gerði Man on Fire með Denzel þannig að þeir bræður hafa báðir gert myndir með Denzel Það er fallegt Þetta er tenging Tóti er nefnilega svona stofnana minni í þættinu sko. hann er með alls konar svona fróðuleik og svona sem ég er ekki með og sko ég veit ekki sko kannski hefur hann gert sko 4 að 5 myndir með Russell Crowe því að kannski er Russell Crowe bara skemmtilegur þú maður hafa alltaf tilfengur hann sé mökkleðilegur Fyllir við það líklega Já, það er nú yfirleitt mönnum til tekna en sko bara 2 með Denzel sko því að við náttúrulega vitum first hand að Denzel er erfiður sko Balti hefur nú sagt frá því sko Í þessu stúdíu? Nei, jú, já, það sagði mér náttúrulega miklu fyrir þegar ég tók viðtalið fyrir fréttablaðið en þessi 2 Guns sko Denzel er náttúrulega rosalegu fagmaður og náttúrulega bara establishment getur verið svolítið dintóttur og Balti sagði að þau þurfti að fara svona á hann eins og svona sko gæðingi sem að væri svolítið erfiður svo endaði Balti þannig með að skrifa inn nýtt atrið í 2 Guns sem hann hengdi Mark Wahlberg og Denzel upp upside down og sigaði tutta á þá og þá var þetta komið það er þess að taka hann niður sko nei, þetta allavega Denzel Washington hann gefur þessar mynd náttúrulega eitthvað svona gravitas, veit ekki hvað sko. Algjörlega. Hún hækkar í virðuleika skalanum einhvern veginn. Mér finnst þetta algjörlega réttvalið þetta hlutverk sko. Já, hann er svona sá karakter sem maður myndi sennilega vilja vita meira maður vil mest vita meira hann sko, eða þú veist hvað gerðist, akkur ertu þarna ég þarf ekki að vita hvað gerðist hjá honum Luciusi á milli á þessum 16 árum sko, ég er alveg sama en Denzel, hann næra að búa til einhverja áhugaverða baksögu sem maður veit samt ekkert hver er sko. Nei, algjörlega árétt sko. Mér þykir svo vandræð með þessi mynd út þegar ég veit ekki af hverju ég upplifði þetta sjaldnar og sjaldnar þú veist, það er bara svona innileg bíómynd sko. Þessi mynd, þetta er bara mynd sem átt að sjá í bíó þú veist, skiljið þetta er náttúrulega allt svona, þetta er svo grand sko. En þú myndir alveg komast í gegnum hann í símanuðinu með einhvern tímann jú, fluginu
En já, sko, svo en haldið að það hafi verið mikið af konum að berjast í svona bæði í orustum og í hringleikahúsinu. Nei, ég ætli það, ég veit það ekki. Nei, ég bara kom þess að sko að því að Scott svo feminískur sko, náttúrulega G.I. Jane og svo Thelma and Louise og náttúrulega Ripley, bara eitthvað svona magnaðasta svona horror/hasarhetja bara síðustu aldar sko. En það var hún var helvíti flott í fyrirmyndinni, hún tjópaðist í tvent, hún var að skjóta alla þrælana með ör og boga af svona vagni. Á vagnunum akkurat. Og svo náttúrulega var hún bara hún var mjög harmdauð konan hans Luciusar í þessari mynd. Hún Ravi, nei, það var Indverinn. Arishat, já. Ég held samt að það myndi fara eitthvað meira í það það fekk eitthvað moment í byrjun og svo var þetta svona, nei, ég er eiginlega búin að jafna með þessu eða skilur, þú veist, það var ekkert callback í það af hverju hann væri svona reiður eða þú veist þessi drauma sena lág hann alltaf eitthvað vatni sko. Virka ekkert mjög sterkt á mig svo sena það var ekki alveg svona ég var ekki seldur á það en sko upphafsadrið það sem hún drepin var samt rosalega mjög töf sko og líka þetta að fá öruna beint í bringuna í gegnum brínuna Ömuleg brynja bara Já, líka svona lélegur stríðskilningur hjá þessum hermanni sem að Greinlega Lucius var sem var alin upp í Róm og allt að Pedro Pascal herfóringi og hann sér sko bannvæna skyttu sem að salla allar niður og segir, heyrðu, takk ég þess út þetta er stríð sko, þetta var ekkert persónulegt það var óþar að fara að elta manni til Rómar til þess að drepa hann Já, en ég meina hann kom með alla þessa menn bara skilur við þangað Já, á vegum keisara bjánuna sko Já, en ég meina hann langaði að hengja bakara fyrir smið langaði nú alveg að drepa þá líka held ég Ég hef ekki séð neitt með hann sko, Paul Mescal, ekki neitt Ekki heldur sko, ég bara mjög hann óksla nettur í þessari mynd Mjög góður, Íri, jú og hann er bara up and coming, hann verður eitthvað Já, þetta gæti alveg verið svona stökkpallur sko Já, þokkalega 100% En ég meina svo bara hversu langt stekkur hann ég meina Gerard Butler hann meikaði það eftir Spartacus eftir 300 en svo er hann bara í Londoners Fallen og Washingtoners Fallen og Olympus Fallen Já, en nóg að gera Já, nóg að gera Sko, að þegar Gladiator fekk 5 vel veitu hvað bíómynd fekk engin Óskarsverðlaun Já, það var margar sko Shawshank Redemption til dæmis var nefna eitthvað sko Var hún ekki bara straight Vafas við það Örugglega sko Ég held það Finnst það bara svo skrítið með þessi velun ég er bara alls ekki að gera lítið úr þessari mynd en þetta er svona í dag ég upplifa bara svona eins og Gladiator kemur út í dag myndi hún fá Nei Þetta er líka svo mikil samanburðarlist að þið voru að tala með þetta á hann og ég gerði mér enga grein fyrir því hvort sko, þessi árangur væri góður eða ekki að ég man ekkert hvað var á móti Nei, fyrir utan það náttúrulega Óskarinn er svona álíka merkingabæru í Eurovision sko náttúrulega alls konar pólitík og þetta er náttúrulega það er ótrúlega lífsegt einhvern veginn ennþá þetta sé einhver mæli hvað er á gæði eða neitt hann sko einmitt en það var svo skrítið atmos 2000 Er það? Já Hvernig þá? Manstu ekki eftir þessu? Nei, manstu ekki eftir þessu Já, ég var 7 ára Nei, ég tala dekadensin það var alltaf eitthvað svona það var alltaf svolítið shallow og svona, þetta var svona áhrifavalda heimur áður en áhrifavaldarnir voru komnir sko. Ungir menn fórum mjög flatt á þetta svona blogga á þessum tíma sko. Nei bara eitthvað svona eitthvað sem að bara, þótti bara hvað, allir lægi þá sko önnur umræðu hefð eins og það hefur verið Já, eitthvað svona leið sko En hvaða myndir voru þarna í mixinu þetta ár, munið það? Nei, mér sýnist að Otto sé að bjóða upp á besta útasefni Já, ég er hvað reyna Nei, ég man ekki hvað var í gangi þarna 2000 sko. Maður googlar í podcast Já, það er það sem ég býð mínum hlustnundum upp á, endalist Og hefur gert oft með frábærum Já, stendur eins og hér rum, er það ekki? Jú, við erum bara að tala eitthvað með Netið virkar ekki neitt Já, ég get einmitt komið með eitt fróðleiksmóla fyrir gamla fólki það Thrax, hann ekki Thrax pólitíkusinn þarna sem að Denzel Washington, hann sett hann á hausinn Já, jú, hann var alltaf að veðja við hann og sagði ég á húsið Já Hér er einhverja myndir eins og American Beauty Sleepy Hollow Já Það var Pulp Fiction, nei, Sleepy Hollow Já, en það ekki Nei,
Googlaður bara list of movies Já, Nei, þegar sko 2000. Samuel Jackson tappaði Óskarnum sko fyrir Martin Landau, ég held að hann hafi verið í Sleepy Hollow, það var eitt skandallinn til dæmis sko. já, En, já, American Beauty, það einmitt alveg svona klassist dæmi mynd sem að hún var svona líka við cancelled í dag sko, ef hún ef við reynda frumsýna. Er það ekki það? Jú, ég meina, Pabbi come on. The Matrix Þannig að minna við leikara Nei, Já, meira að segja ef Kevin Spacey hefði ekki verið í henni. Herru, The Matrix líka Já. Nei, Red Violin, Sleepy Hollow Já, The Matrix. 2000 myndir náttúrulega fá verðin 2021 sko, Matrix 1999 model. Já, þú meina þú varst að tala um Thrax Já, einmitt, já. Þetta 2000 Óskarinn allan Já, það er árið of snemma sko. Gladiator var 2001 sko. Já, hún fer Thrax, þetta er þetta er svo frábær leikari Tim McInnery sem að leik Percy og Captain Darling í Black Adder þáttunum sem ég gef mér þetta ekki séð. Nei. Sem er svona sennilega það bil besta sjónvarskrín ever written sko. Og hann var þetta voru Rowan Atkinson var aðal og svo var Hugh Laurie og Stephen Fry sko. Og hann hefur náttúrulega aldrei náð neitt mjög langt sko, hann Tim McInnery, kom mér ánægilega óvart að sjá hann í svona stórmynd. Já, flottur. Ég skil ekkert hérna Almost Famous, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hæ? Já, þetta er mjög skrýtin listi. Traffic. Vá. Já, þetta er bara mjög skrítið og svo er Gladiator. Það voru bara enga myndir á þessum tíma. Nei, menn voru svo uppteknir af 2000 vandanum. Já, það tekið sénsinn og eru að gera mikið. Gera eitthvað mynd. Mikilvægur hlutir í gangi. Þetta er ekki dæla skrítið ár með þannig lista. Ég er búin að Hvað, voru 5 myndir á þessu ári? Nei, ég er eitthvað að reyna sko, Best Picture, það sem Gladiator vann. Í þeim flokk var Chocolate, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Erin Brockovich, frábæmynd, Julia Roberts og Traffic. Hvað myndið það? Traffic, get out of the car and shoot him in the head. Katrín Zeta-Jones, þetta er Steven Soderbergh. Þetta er byggt á breskum sjónvarsáttum svona eitulega heiski. Vá, hljóma vel. Benicio del Toro var í slíka, þetta var geggjum mynd. Vá, erum við búin að skrifa Gladiator 2? Ég skil samt ekki, sko, ég held ég hef skrifað, ég var náttúrulega að byrja að skrifa bíódóma þetta leyti, ég hef skrifað Traffic og eitthvað aðra sem nefndir, en ég finn enga dóm Gladiator, ég held ég hef ekki dæmt það. Í alveg. En það var einn leikari sem ég veit ekki hvort þið eru sammála, ég ætla að gá hvort þið fatti hvað ég er að tala sem að mér það var svona smá jump scare, mér brá smá að sjá hann á skjánum og ég sætti mig aldrei alveg við að hann væri í myndinni. Vitið þið hvernig ég er að tala um? Ég er að hugsa hlustundur, ég er að hlusta 3 og mér líður eins og ég sé Oddur hugsar í beinni. Já, ég vil að fólk vita að ég sé að hugsa. Mér fannst rosalega skrítið að sjá Matt Lucas úr Little Britain. Heyrðu. Hann stendur hérna og er að segja skilningarnir eru að koma og fyrir keisarann og ég var allan tíman bara þetta er skrítið, þetta finnst mér furðulegt casting. Mér finnst þetta í svipum flokku abarnir. Já, þetta var svona, hann átti bara svo innilega ekki heima þarna, þú veist, í einhverju svona period drama. Það sem og hann einhvern veginn þessi hann sko þetta er náttúrulega, það hefur verið í sko rómar þáttunum og í mörgum svona rómamyndum þá er alltaf svona það er svona kallarinn feitur kall þetta var hann og var svolítið bara einhvern veginn að íkja upp svona sína helstu takta sko en einmitt, ég var bara búin að gleyma þessu þetta er einmitt alveg held ég ennett dæmum að Ridley Scott er svolítið í bara fuck it feeling Já, hann hefur hugsað bara, þetta er bara sniðugt og skemmtilegt Þetta er bara fyndið sko En þetta buggaði mig alveg smá Já, ég meina, ég er að aftur og góla eitthvað sko maður var svona Var hann ekkert eins og fyndið Hættu að góla Nei, svo var hann ekkert fyndin Það er bara að verða í British Bake Off Já, er hann komið þákað? Já, ég held að það sé hættur Já, hann hætti til að leika í þessari mynd 100%. Ertu að horfa á eitthvað í eitthvað annað veist, eitthvað í sjónvarpinu? Ég er svo ógeðslega lélugur í að horfa á sjónvarpsefni sko. Ég er að horfa Það er líklega kostur, það þýr út að lifa lífinu. Ég fæ svona móðþróa sko. Ég er eiginlega öfugt við þig sem að mér finnst eins og mér líður eins og þú sett alltaf on top of it með allt nýtt sem er að koma út. Maður verður að gera fyrir hennar þátt. Þú og Samuel Karl, samstagsmaður minn okkar er svona, minnst ég alltaf að vera með nýja stöffið á hreinu sko. Ef ég heyri einhvern segja
og þetta svona vandamál sko. Ef ég heyri einhvern segja þú verður að horfa á þetta, þá ég bara ég verð ekki að horfa á þetta og horfðu á mig ekki horfa á þetta, svo horfi ég á það 6 árum setna og ég bara, djúvill er þetta gott okkar var enginn búin að segja mér að horfa ég tók Game of Thrones allt í einni beit því ég var í mótþróa þegar allir voru að bíða eftir því á sunnudagskvöldum ég var bara, ég ætla að fara að gera eitthvað annað svo fannst mér þetta bara snillt það ágætt, þetta ekki bara ágætis kostur ég meina, maður þarf ekki að vera fyrst nei, þetta líka bara orðið þetta orðið vonlust og þegar Sammi og Oddur eitthvað að vera on top á því þeir eru on top á einhverju broti af ísjakanum og tala það eins og það sé aðalmáli Nei, og maður upplýðir samt að maður sé að drukna maður upplýðir samt að maður sé ekki að horfa þetta bara segir ykkur ég alltaf lendið þessu Oddur þetta þú verður að horfa á Beaver þú verður að horfa á Arcane ég geta ekki það er ekki einu sem það ég vilja Tóti, þú er reyndar upptíkið að horfa á gamla þætti á skjá en þetta er eiginlega sko þetta verður að þeir kemur á íslensku efni sko því þú ert stundum ekki viðræðhæfur sko ef að þú ert ekki búin að sjá eins og þegar Verbúð kom út en ég fór samt í eitthvað svona svo leti ég undan eftir kannski mánuð en þá einhvern veginn var orðið á seint að detta inn á vagnin sko Mér finnst ég reyndar oft bara að lendi í þetta með íslenskt bara svona alls konar menningarefni tónlist og þú veist lög og eitthvað maður getur verið í partí svo allir farin að syngja með eitthvað lagi Ertu ekki yfir lífinu á Vísi? Áttu ekki að þekka þetta? Nei, rólegur sko ég var yfir lífinu á Vísi á Fréttablaðinu og ég er alls konar lífum sko og ég leisti þetta mjög snemma ég ignoraði það bara ég hlusta ekki á íslenska tónlist ég horfi helst ekki á íslenska bíómyndir og ég vil ekkert af þessu vita og hvernig getur maður verið yfirmaður lífsins þetta er bara eins og þegar ég var að vinna á benstöðinu og var sérst á dælinu og svo múmia upp og gerum maður svona Georgi Bjartvaresson bara inn á kassan og ég var eitthvað að væli í pappa ég kann ekki að skipta rúðurkur þú ert með útimennina til þess menna, ég var alltaf með alveg leki á blaðinu sem að nefnt að hlusta og horfa á Eurovision þó ég var yfir lífinu ég þurfti ekki að horfa lífið eru stutt fyrir íslenskt afturrengarefni sko. En ég líka lýsa eitthvað svona rótgrónu íslensku stöfi sko, sem allir kunna sko. Og ég er bara eitthvað átti ég að vita þetta Ertu að tala um tónlist núna? Já, þú veist, líka bara tónlist, þú veist, eitthvað lag bara, þú veist, það kemur eitthvað trúbadór og syngur eitthvað lag, kannast ekki við þetta syngur eitthvað lag og það er allir bara svo taka allir utan þig og þú ert eitthvað ég er líka að syngja með þessu, ég þekki þetta lag 100% Getur ekki verið með lokaðan munnin og dauðan svip í augunum þú verður eitthvað Þetta er lag með skítamóral frá 2000 Það er eitthvað að öllum Ég man eftir einni íslensk hljómsveit sem ég fílað það var Jet Black Joe og þegar ég heyrði fyrst í útvarpinu þetta var svo gott að þetta hluti var útlendingar sko. annars hefði ég aldrei verið að gefa þessu gaum sko. Þetta er eitthvað svona meinlókur sko. Það er eiginlega ótrúlegt að ég hafi látið til leiðast og farið á frumsýningu á einhverju bíómynd sko. Var það Gladiator? Já, þú veist, ég fór á frumsýninguna á Gladiator 2 sko. En þú veist, ég líka þá þurfti að plana bíókvöld til að láta mig horfa á eitt fyrst til ég erði spenntur fyrir þessu sko. Já, það virkaði sko. En það var bara svona, hvenær ég var að gera þetta ég er ekki að segja hvort við erum að gera þetta hvenær ætlum við að horfa á þessa mynd svo við getum farið saman á Gladiator 2 það þarf bara að veita mann þetta er aðhald, þetta er alveg aðhald nei, sko, bara eins og núna, ég var að klára þetta 5 þætti á Cobra Kai ég er nýbúin með Rivals á Disney sem að ég get ekki mælt nósamlega með ég byrjar, hvernig finnst þetta? Lex að klára þetta sko já ég bara þetta er ógsta skemmtilegt sko og svo náttúrulega David Tennant er alltaf frábær og svo endar þetta á cliffhanger og það er ekkert ákveðið hvort það komið meira þannig að ég fer eitthvað að fletta þá er þetta byggt á bók bókum og þessi bók er á Storytel þetta er 27 klukkutímar í lestri og þetta er náttúrulega bara eitthvað sko, þetta er rauðu serju sko klámlevel þetta er þessi ruslbókmendur sko svona svipa á True Blood manstu ég sagði, sko, True Blood bækurnar eru bara sko, verri útgáfa af Ísfólksklámi heldur en Ísfólki sko en þetta er geggjaði sko þannig að þetta er eitthvað úrlista en samt þetta er mjög áhvert ég nota þetta til þess að sopna ég hlusta fyrst og nú er sko Tom Selleck að lesa ævisögu sinna fyrir mig hún var að koma You Never Know, a memoir og þegar ég er alveg að sopna þá sýsa ég yfir í Rivals og bara en sko þar utan þá eru komnir þættir sem að heita Cross og erum Alex Cross sem að þið muni eftir sem Morgan Freeman í Kiss the Girls og eitthvað annað og svo er þættir núna Day of the Jackal byggður á Day of the Jackal sem að þið þekki sem frábæra myndum legumónika sem var að drepa De Gaulle og var svo endurgerð með Bruce Willis og hétt á
The Jackal. Mér finnst þú fara mjög frjálslega með þessa fullningum að við Oddur þekkjum eitthvað eftir sko, ég veit ekkert hvað þú tala Hvað er? Þetta hljóma mjög vel, Day það of the Netflix Jackal. Nei, ég veit ekki hvað þetta er, ég bara sjá bara fyrir utan þennan litla mikrokosmos okkar sem að samanstöndur af Netflix og kannski Prime og Marvel myndum og Marvel tróginu og einhverjum íslenskum Marvel tróginu Stöð 2 og Hefur heyrt það, víst Nei, ég hef ekki Arnar Dómar sagði, ég var alltaf hvernig var það? Bara hann getur allt upp úr Marvel tróginu sem er borðið á borð fyrir allt súrmyndið Ég er ekki með Oddi þar sko, en ég bara dáist að því að menn geti haft gaman á lífinu Það er ofta fyrir öllu Nei, sko, þá er alltaf bara svo mikið í gangi og eiginlega bara ég hata Facebook af því að Facebook er alltaf algoritmir alltaf láta mig vita ykkur sem er nýtt eitthvað og maður druknar bara maður druknar en djúvel mæli ég með Penguin maður ég er á síðasta loksins að þú hrökst í gang loksins hrökk í gang ég mæli með ég samt, sko, þetta er sama þróun og ég veldi kvartað mjög oft yfir í þér það kemur einhver mynd, hún er góð gerum þátt og svo allt í einu er það orðið þannig að þú þarfst að hafa séð þættina til að skilja hvað gerist í næstu mynd þetta er Marvel, skilur aðal bífið mitt við Marvel er þetta mér fannst bara Batman myndin vera góð sko þarf ég þá Nei, þú getur farið beint inn í þessa pengu þetta á þess að sé þessa Batman mynd sko. Já, en sko, svo kemur einhver önnur mynd og ég þarf að skilja eitthvað úr þáttunum til að Ég eiginlega trúi alltaf að þið muni hafa ég skil þetta sko vonandi ekki, en þú veist samtalið hvað er að tala Já, algjörlega fórum á einhverja, hvað heitir hann læknirinn sem að Doctor Strange Ég fór á einhverja svoleiðismynd og hafði séð myndina sem kom síðast á undan svo bara einhver kona og hún er orðin vond og vinur minn hallar sér upp á mér og bara sástu ekki WandaVision og ég bara anskotin Nei, ég held ég alveg tala að þessi ekki að fara að púla eitthvað svona stönd þessi þættir og bara þessi eina seria þeir mættilega gera meira en þetta er bara svo snar virkar Þetta er rosalega grounded sko og engin, og náttúrulega Batman ekki tala og líka samt sko, bara komir óvart að því að ég er náttúrulega í þóli eiginlega ekki DC sko, ég er meira ánægum fyrir DC heldur en sko Marvel á sínu vestadegi hata Colin Farrell og allt einhvern veginn þetta er bara þetta er heldur svona mest bara, þetta er ferskustu þættir heldur sem ég hef séð bara þessu ári algjörlega og þetta er bara eins og eitthvað mím er búið að benda á, þetta er bara Tony Soprano sem mörgæs það sem ég ætla að segja sko Þeir eru með þessu búin að tryggja að ég horfi aldrei á þessu þætti með því að vera að mæla með þeim Ekki einu sinni eftir 6 ára? Já, kannski eftir 6 ár 2030 Það er aldrei fyrir mér, næstu 5 ár Við heyrum í þið 2030, spyrjum hvernig það fannst Þá getur líka baktrykti fyrst sko, við verðum búið að tengja þetta við marga bíómyndir og aðra þætti Ég þarf að vita hvað ég er að fá Nákvæmlega En svo mynd var samt mjög góð þannig ég skil ekki alveg þetta DC heit The Batman með Robert Pattinson Já, nei, já, hún er alveg fín sko, en taktu bara allt suppið sko og þeir eru svona all over the place hvað heitir þetta, Justice League og Suicide Squad og eitthvað Já, og Superman myndinu með honum James Gunn er komin svona, hann er svona yfirmaður og nú á eitthvað þétta þannig að þetta verður eins og Marvel heimur Já, nei, Marvel hefur það alltaf umfram DC að heiturnar þar eru breyskar sko, þar eru við með alkoholista og engar issue típur og eitthvað, menn hittir allt semi demiguður og eru bara fyrir utan Batman Já, en þú veist, Superman og Wonder Woman þetta er svo mökk leiðilega réttur að það er ótrúlega að nenni ykkur að púka upp á þetta Ég er eitthvað aðtöka okkar maður er að fara að gera hann Ridley Scott sínst hann ekki verið að fara að leikstýra hann einu Nei, en ef þú ferð í producer og IMDb og sér lítur á upcoming project, ég held að tala hann standi 70 eða 90 Það er hárrétt Hann þarf að hafa hraðar hendur blessa kallinn Er áttur allar að fara að slúta þessu? En það ekki bara, auðvitað hleypa viðstinni út í nótuna Já, ég ekki skvillar heim, svo þú þurfur ekki að fara í föðurlandi aftur Ég á heima svo nálægt Já, yngar okkur Eitthvað að lókum, erum við að glemma að tala Rekus eða? Já, ég ætla að gera það, þú stoppum mig hann ætla bara eins og venlega þá eru við hýstir af Rekus á 3. hæðinu Hafnartorgi hæðinni fyrir neðan kirkjugarðin sem var einu sinni vinnustafurinn okkar fyrir þetta blæði Finnst þér ekki fínt fyrir þessu? Jó, mjög hugulegt og hér er náttúrulega alltaf allt tip-top rosalega allt stílis er á næs og kaffi frábært Kaffi er náttúrulega gott Já, það er náttúrulega bara það fyrir að verða bara eitthvað svona kvalreiki að koma fyrir gott kaffi nema hér Við komum kannski hingað í kaffipásum okkar Ég held að þetta Já, eins og við gerum þegar við vorum á 4. Við getum bara unni hér Já, geta komum bara með tölvunar Tommi eru glánað með það Já
Hérna, já, við gerum eitthvað annað næst, við skulum ekki törn bóða eitthvað sem að, ekki gerist áttur, eins og merchandise eða eitthvað. Nákvæmlega, viltu ekki kveðja hlustendur? Jú, ég þakka kærlega fyrir boðið í þennan... Ertu fá rokkin á góðstöðarnar? Frábæra, nei, ég ætla að láta það alveg vera. Ég á vísisvöldum og ég fæ bara að vera í mínum þægilega skrifborðstól. Svo fegin að vera ekki lengur í þessum bransa. Hvort leiðilegra COVID-tölur eða eldgós? Þetta alltaf eins. Sko, eldgós, ef þú þarfst að vera á vettvangi, sko, þá getur það orðið stundum gaman, en svo getur verið norðan gattur og þú einhvern veginn úti að tala einn í myndavél eitthvað. Já, það eldgós hérna og allir eitthvað, ég veit, akkur eftir þarna. Það getur bröðið til beggja vona í því sko. Allána, þar til næst. Þannig. Takk fyrir mig. Verður það ekki bara rétt fyrir kosningar? Shit. Voru að fara ákveða áttur? Já, ég slöfa þessu. Núna? Já. Ok. Bless.